Kjarnorka er orka sem er bundin í frumeindum efna. Það er fræðilega séð hægt að nýta kjarnorku úr hvaða frumeind sem er, en í raun þá höfum við aðeins náð tökum á að nota kjarnorku úr mjög fáum frumeindum, til dæmis úrani og plútóníum. Þegar að það á að nýta orkuna, að þá er nifteind skotið á miklum hraða á úranfrumeind eða plútónfrumeind til dæmis, og þá klofnar hún í tvö önnur frumefni, því þá dettur hún í sundur og þá skiptast róteindirnar sem að stýra því hvað efnið þetta er í tvennt, og þá fáum við tvö ný frumefni og það losnar gríðarleg orka. Kjarnorkusprengjur eru mjög hættulegar og mjög kraftmiklar, en það er þetta kjarnorka sem að losnar. En í kjarnorkuverum þá er þessi orka og þessi hiti sem myndast notaður til þess að hita vatn. Þegar vatni síður breytist það í gufu. Við það að breytast í gufu þá eykst rúmmálið, og það er þessi rúmmálsaukning sem að snýr túrbínum sem að búa til rafmagn. Turnarnir sem þið sjáið af myndum af kjarnorkuverum, til dæmis í Simpson-þáttunum, eru kæliturnar. Þar sem að nifteindakjarnanum er skotið, það er pínu lítið. En það er gríðarleg orka sem losnar sem þarf að kæla mjög mikið. Þess vegna eru þessi stóru kæliturnar þarna.